komið inn á sæl. Og mikið nú gamla sjór. Það er ákveðinn dagur í dag. Og það er víst engin fréttur nokkurn mann. En kannski að því leyti til að þetta er 17. júní. Og hvað er svona merkilegt við 17. júní? Ég reikna með að Íslendingar skilji vel tilganginn við 17. júní. Það var 1944 og það ekki ást að við fengum sjálfstæði. Og frá hverjum? Dönum. Danir hafðu ríkt hér í árhundruð, held ég, örugglega rétt með. Og þeir fóru nú ekkert vel með Íslendinga. Og ég held að Danir á þessum tíma hafi ekki farið vel með neina þjóð sem voru sem að lutu þeim. En ég held að þetta sé allt öðruvísi í dag hjá danska kerfinu því að ekki, jú, þeir eru nú ennþá með ykkur lönd til þeir ráða Færeyjum og Grænlandi og svo auðvitað sjálfum sér. Ég held þeir tegi nú ekki anga sína neitt víðar en þetta. En það er nú töluvert að eiga þó þessi tvö lönd, eiga hver á land er ekki þjóðin sem býr þar sem á það. En svona er þetta, við sölsum ýmislegt undir okkur sem við erum að vera engan rétt til. Og þetta er mannkynssagan skráð með þessu frá A til Ö. Þannig við erum ekkert að segja neina nýjar fréttir hér. En það kannski ekki mikið í því að segja nýjar fréttir, en við segjum kannski einhverja smávægisfréttir. Það er mikið traffík í bænum og maður kemst ekkert á þessum bílum. Ekki ætla mann að fara að hótganga neitt. Þannig að ég fór bara að klára hringinn og komir svo heim. En maður sér að þetta er allt saman eins og þetta hefur alltaf verið og maður tók nú þátt í þessu árum saman og áratugum saman og þetta er ennþá eins. Og ég sé að Hörðuvellir er ennþá á sínum stað og að koma þar fyrir fullt af stærðar tjöldum. Það er ekki orðið neinn tjaldamennska í dag, þetta er allt uppblásið. Það nennir enginn að stanga og hæla niður tjöld í dag, það er bara pumpað í. Ég nú líklega. Allavega það eru tjöld þarna, sem stór og mikil tjöld sem eftir hátíðina öllu loftu verður hleypt úr. Og þá leikur þetta saman og allur vindur tekinn úr þessu og hægt að brjóta þetta saman í svona frekar litla stafla. Það sem er fyrirferð að minna eiginlega líkar okkur betur. Við erum ekki mikið fyrir fyrirferðina, það er að segja, þegar kemur að því að taka þetta saman og geyma það. En við elskum fyrirferðina þegar þetta er komið allt upp og við getum fara að valsa inn í þessu. Það er voða gaman, finnst einhverjum. En það er sem sagt 17. júní í dag og það er til að sofa í. Það er til að selja í sælgæti og karamellur og súkkulaði og kók og svoleiðis. Kannski gert undir beruflefni eða þá, en líka inn í tjöldum. Það var ekki í einatíð. Það keypti kók eða hvar keypti maður kók. Það var í einhverjum svona úti húsum, skálum sem að svo litlum skálum og allt maður stóð við og fór í röð ef röð var og svo pantaði maður það sem maður vildi og drakk á staðnum. Þá daga þá keypti maður held ég alltaf flöskurnar og seldi þær aftur og fekk einhver túkall fyrir þær þegar maður fór að ösla, maður keypti í kaupfélaginu og keypti maður kókina og glerið og keypti gler líka og fekk að fara með það út. Svo kom maður aftur, hvenær sem var og með flöskuna og keypti sér eitthvað gotterí og setti upp í flöskuna
eða keypti gotteríið sem til var upp að verðmætum flöskunnar. Þannig að það voru 50 eða 100% skipti, flaskan fram og einhverja nokkrar karamellur í vasan og uppi sig. Það voru lífið í þá daga. En það er ekki lengi, jú, er ekki, krakkar ekki alltaf eins. Jú, ég held að sé allt í gangi þá. Og það hefur verið 17. júní einu sinni á ári í herrans mörg ár, í allar aldir reyndar. En frá 44 hefur þetta verið svona svolítið hátíðisdagur. Það er til að mynda frí í vinnunni og ef menn vinna þá eru þeir á yfirvinnukaupi, já, eru þeir á yfirvinnukaupi. En ég held að atvinnurekendur flestir, nema það sem er svo mikið að gera, má aldrei stoppa. Þeir séu nú bara með þetta að loka þennan dag. Og þetta er núna á miðvikudegi. En er stundum á laugardegi, það finnst okkur verra. Og lengist helgarfríið ekki neitt. Okkur finnst best ef að 17. júní er á föstudag. Þá fáum við frí föstudag og sjálfgefið frí laugardag og annars sjálfgefið frí sunnudag. Og svo mætum við svolítið spísbert á mándegi eftir 30 daga frí á fullum launum. Og það er aldrei gaman að vera heima á fullum launum, við elskum það. 17. júní og það er allt orðið grænt. Vellirnir orðnir grænir. En það hefur verið svona frekar kalt. Þannig að sprettan getur nú ekki verið mikil, en ég teki eftir því með þessa sprettu. Það er alltaf að tala um það að hún sé nú frekar hæg í ár. Og svo allt í einu þegar maður kemur næst eftir nokkra daga, þá var allt orðið bara kafgras. Allt í einu bara fattar að eitthvað við þurfum að fara til okkur upp, strákar, eða stelpur. Og það bara gerist og maður bara sér dagamun á því sprettinni. Merkilega þessi náttúra sem við búum við. Hún er stórmerkileg tilbrigði, en því miður þá kunnum við nú eiginlega ekkert með það að fara. Það er nú það versta. Þannig að við erum svona hautar með sumt sem við gerum að við eyðileggjum allt sem við tökum á. Við erum nú aldrei búin að skemma þessa jörð maður. Við erum ekki það eins. Það er svo svart. En það voru allir hérna fyrir allmörgum ára þegar maður var yngri og ungur. Voru alveg logandi hræddir við þessa mengun. Þeir voru bara pottþéttir á því að þetta var bara búið. Áratugum seinna erum við hér enn, nema bara fullt af fólki auðvitað farið. Við erum bara hér skammarið, svo förum við. Við sem erum hér enn, við erum búin að vera áratugum saman og hlustað á alls konar bölsýnisspor sem engar hafa ræst. Það er nefnilega málið með það, það er svo sem ágætt að þetta rætist ekkert af þessu sem kennir okkur bara það. Við höfum bara umhverfið í kringum okkur. Það er eina sem er 100%. Hvað er fram fyrir andartæki, þú veist það ekki. Þú stekkur upp í bílið inn, en er ekki að labba neitt, þú veist það. Þú ætlar að fara þangað. Svo ertu komin hálfarleið þangað og ég nefnir ekki. Og snýður við og fer heim með eitthvað annað í staðinn og svona er lífið okkar. Það er aðallega fullt af skyndiákvörðum þess vegna sem við hlaupum á eftir. Það er ekki bara, gerir það ekki bara lífið skemmtilegt. Ég held að allavega vildi ég ekkert skipta á þessu stundum kannski fljótfærni og vera skynlaus skepna. Þú veist hvað er að vera skynlaus skepna. Það er ekki það að hafa ekkert skinn. Það er eitthvað í þá átt að hafa ekkert vit. Skepnan hefur ákveðið vit og allt hennar vit fyrir það að næra sig og afla sér fæðu. En við höfum aftur á móti vit sem að greina gott frá illu og gefur okkur þennan valkost gott og illt. Og það var gott að eiga trú í farteskjunni því að hún tókar alltaf upp þetta góða, hún kennir þér þetta góða. Þú náttúrulega hefur þetta illa
til mótvægis að það þurfti enginn að kenna það og fættist bara inn í það, eins og góða og góða. Og þá fer það að togast á í þér. Hvað var ég að gera? Trúin vill vaksa, hún þarf að vaksa til að geta gert það sem henni er ætlað. Fá hún að vaksa, þá fær hún alltaf yfirhöndina þegar þú byrjar að togast á þetta. Freistingarnar maður, þú þekkir það nú, að glímandi við þetta alltaf daga. Og þá kemur trúin til kastana, hún byrjar að pompu og þú fer að hugsa hana og svo segja, gleymi mínu bara. Það er Guði. En mundu það, þegar þetta er alveg eðlilegt, þetta er alveg rökrétt, því svona er maðurinn, svona er fallinn maðurinn. Holdið, það er þessi fallinn maður, þú losnar aldrei við það. Það er nefnilega, liggjandi í götunni í drullinni, er alltaf að rópa á þig. Það er vel þó að sprekla. Og þú ert alltaf að glíma þetta hold. Það er best í láta eftir þessu núna. Það var svo þægilegt. En þá kemur hinn röddinu sem er skynssemin í þér og þú byrjar að svona velta aðeins fyrir þú stoppar aðeins við að gera þetta og kemst svo raunum ef trúin fær áfram að virka. Þetta snýst allt um trú. Þetta snýst allt um trú. Orðið segir það reynda, trúin er nauðsynleg. Hún er nauðsynleg í svona kringumstæðum. Þar sem þú þarft að gera það sem er rétt og hvenær þarftu ekki að gera það sem er rétt, segðu við það. En það hún kemur, þetta afl í þér, þetta fallna afl, dauða hold í raun og veru. Það er þarna, hefur rödd og kallar alveg stöðu til því, eða hefur færi. Svo náttúrulega bara vex trúin, hún er öflug líka, öflugri og verður öflugri í þér með tímuna eða rektar og þannig bara er það. Hún stígur alltaf yfir holdið. En holdið litla í drullinni, það reynir að rísa fætur og nær svona sína hausinn á sér í myndaðinni og byrjar að tala á stóra stróki. Aldrei veit hann hvað hann lusti, en hann ætlar til að lusta og þá sígur það niður aftur. En svona verður þetta með þú lifir, minn kæri. Þannig að þú vanrækir ekki það góða í þér sem er trúin, en þú vanrækir aftur á móti það vonda í þér sem er vantrúin. Og svo fer, þetta deyr nú aldrei, ég get nú alveg lofaði því, en svona vægið verður orðið bara pingu lítið. Þetta er alltaf að þú mynd alltaf vita af því. Og kannski er það bara eitthvað sem á að vera því að þú þarft sem einstaklingur sjálfur aðhald til þú gerir áfram þennan vilja. Þannig að við erum varin og bak á brjóst og orðið segir trúin er nauðsynleg. Hún er nauðsynleg þegar hitt byrjar að hreyfa þig. Hei, ég er með þú einna, ég er ekki að spjalla saman. En þú gefur því fingurinn, bendandi butt á hann, dettur niður í fílu, þetta er svona fílubúki. Og þá áttu lausu það svona sinn, en þetta verður alltaf átökk, það verður þarna milli. Þannig að þú deyrð aldrei þessu mannlega eðli í þér. Og svona var hann lært það, held ég, gegnum tíðin að það þarf að vera það. Það er aðhaldið fyrir trúna. Hún er miklu betri, hún er það góða sem hún kynst, en hitt er þarna líka. Og já, þú vilt ekki fara þangað aftur.